Ágætu fundargestir. Ég býð ykkur velkomin á þennan málfund Ludvig von Mises stofnunarinnar á Íslandi nýja stjórnarskrá. Ég heiti Ásgeir Jóhannesson og verð fundarstjóri. Yfirskrift fundarins fyrsta spurning af 6 á kjörseðli í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október næstkomandi. Það að segja: vilt þú að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá? Aðrar sértækari spurningar á kjörseðlinum verða líka ræddar, til dæmis þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur. Það væri óeðlilegt ef tillögur stórtækar breytingar á stjórnskipun lýðveldisins væru ekki ræddar með gagnrýnum hætti. En það mikilvægt að gagnrýnin sé málefnaleg en ekki persónuleg. Ég ekki nokkrum vafa að allir fulltrúar í stjórnlagaráði hafi viljað vel og samþykkt tillögurnar með sannfæringu að stjórnarskrá byggð á þeim yrði Íslendingum til heilla. Sú stofnun sem ég fer fyrir ekki hlutlaus í málinu, heldur tekur afstöðu gegn tillögum ráðsins. Að mínu mati leggur ráðið til að stigið verði stórt skref í ranga átt. Í stað þess að stíga skref í átt að auka vernd borgara gagnvart ríkisvaldi með því að setja ríkisvaldi takmörk, sem sú hugmynd sem stjórnarskrár byggja upphaflega á, þá tekið heljarstökk í þveröfuga átt. Það að segja að löggjafinn eigi að skipta sér af borgurunum með tilteknum hætti. Í stað þess að ríkisvaldið sé hamið því gert skylt að aðhafast enn frekar. Til dæmis ber ríkinu samkvæmt tillögunum að tryggja öllum rétt til að lifa með reisn, eins og segir í 8. grein, og rétt til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt eins og segir í 23. grein. Upp í hugan koma orð franska stjórnspekingsins Frédéric Bastiat sem sagði: ríkið hinn mikli skáldskapur þar sem allir reyna að lifa á kostnað allra annara. Frá vissu sjónarhorni skattheimta arðrán, valdbeiting sem verður að minnstakosti að fara varlega með. Hinn kunni bandaríski rithöfundur og aðgerðarsinni Henry David Thoreau var einn þeirra sem sá ríki og skattheimtu frá því sjónarhorni. Hann leit á skatt sem arðrán, óréttmæta valdbeitingu sem yrði að berjast gegn með borgaralegri óhlýðni. Og Henry David Thoreau var ekki auðjöfur eða spákaupmaður, heldur lífskúnstner, maður sem vildi hugsa hlutina frá grunni, fá að vera hann sjálfur, lifa lífinu á eigin forsendum eftir sínu gildismati, án þess að skaða umhverfið eða ganga á sama rétt annars fólks. Í raun leggur stjórnlagaráð til að stjórnarskrár binda enn frekar visst pólitískt gildismat, sósíaldemókratískt gildismat. Fulltrúar ákveðnar tegundar af stjórnspeki þurfa þá síður að berjast fyrir málstað sínum í samkeppni við annars konar kreðsur á vettvangi stjórnmálana, því að kreðsa þeirra orðin eins konar opinber sannleikur, hluti af því að vera íslenskur ríkisborgari. Hvað verður fólk eins og Henry David Thoreau í stjórnarskrárbundnu sósíaldemókratísku velferðarríki? Aðlögun að viðhorfum meirihlutans væri einn kostur, fangelsisvist eða flótti til annars lands væru aðrir kostir. Ekki ólíklegt að Thoreau hefði kosið með fótunum og farið í útlegð, líkt og til dæmis leikstjórinn Ingmar Bergman sem flúði sænska velferðarríkið eftir deilur við skattayfirvöld. En kannski verða einstaklingar á borð við Thoreau og Bergman ekki vandamál í hinu nýja Íslandi. Kannski verður hægt að koma í veg fyrir að þeir verði yfir höfuð til með allsherjar námskrá sem kveður á alhliða þroska og innrætir vitund lýðræðisleg réttindi og skyldur í samræmi við 24. grein tillagna stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Þá mér ekkert að vanbúnaði að kynna fyrsta framsögumann kvöldsins sem Gunnlaugur Jónsson. Hann framkvæmdastjóri og höfundur ábyrgðakvers, bókar bankahrun og lærdóminn ábyrgð sem kom út fyrr á árinu. Einnig situr hann í fræðaráði Ludvig von Mises stofnunarinnar á Íslandi, auk Sigríðar Andersson og Geirs Ágústssonar. Gunnlaugur samin það að vera hvort tveggja frjór athafnamaður og frjór hugsuður sem góð en því miður fágæt blanda. Nokkuð hefur borið á því að tala yfir fjálglega fyrir hönd þjóðarinnar í tengslum við tillögur nýja stjórnarskrá. Kannski temji mér slíkan ósið hér og segja að þjóðin vilji heyra skoðun Gunnlaugs á málinu. Þjóðin vonar jafnframt að hann haldi erindi sitt með reisn, fullri reisn, þrátt fyrir að slíkur réttur hafi ekki ennþá verið tryggður honum í stjórnarskrá. Gjörðu svo vel, Gunnlaugur.